Nú ætlum við að kíkja aðeins á 4. kaflan í bókinni Náttúrulega 3, en hann fjallar hlýnun jarðar og ýmis umhverfismál. Lofthjúpur jarðar er loftið í kringum jörðina sem að þyngdarafl jarðarinnar heldur í kringum jörðina. Lofthjúpurinn er alveg einhverjir 10 kílómetra á þykkt, að vísu er hann orðinn ansi þunnur eftir bara fyrstu 10 kílómetrana. Lofthjúpurinn inniheldur 78% nitur, 21% súrefni. Hvað gerist ef við leggjum þessar tvær tölur saman? 78 plus 21, það er 99%. Þessar tvær lofttegundir eru næstum því allur lofthjúpurinn. Allar hinar eru 1%. Það er vatnsgufa, koltvíoxíð, helíum, glaðloft og alls konar lofttegundir. Sumar hafa mikil áhrif á lofthjúpinn, aðrar minni. Lofthjúpurinn er líka á hreyfingu. Út af mismunandi loftþrýstingi þá myndast vindur þegar loftið færist frá einu staði yfir á annan. Vatnið í lofthjúpnum, skýin og rigningin er líka á hreyfingu fram og tilbaka. Hitastigi breytist og svo framvegis, en það eru hlutir sem við erum ekki að ræða beint hér. Við heyrum stundum talað gróðurhúsa áhrif og þau tengjast lofthjúpnum. Hvað eru gróðurhúsaáhrif? Það er að lofthjúpurinn er að vera þéttari og þéttari. Við fáum sólargeisla frá sólinni sem koma inn í gegnum lofthjúpinn, tapa orku við að fara í gegnum lofthjúpinn, lenda svo á jörðinni. Ef þau lenda á snjó til dæmis, þá endurvarpast eiginlega öll orkan tilbaka. Ef þetta lendir á svörtum sandi, þá drekkur sandurinn í sig töluvert af orkunni. Endurkastast alltaf eitthvað tilbaka samt. Undir venjulegum kringumstæðum, þegar við varum með eðlileg gróðurhúsaáhrif, þá ætti hluti að varpast aftur út í geim. En af því að lofthjúpurinn er að vera þéttari og þéttari, þá lokast meira og meira í inni. Þannig að geislarnir tapa meira orku við að koma inn, því að lofthjúpurinn er þéttari, eru orku minni þegar koma tilbaka, lofthjúpurinn er þéttari og þá komast þeir ekki út. Þess vegna er að hlýna. Lofthjúpurinn er að verða þéttari og það lokar hitann inni. Þetta er svolítið eins og vera með þykkara og þykkara teppi eða fleiri og fleiri teppi ofan á sér upp í sófa. Lofthjúpurinn heldur hitanum inni eins og teppi heldur hitanum hjá mér ef ég ligg undir þykku eða mörgum teppum upp í sófa. Þetta eru gróðurhúsaáhrifin. Þetta virkar svolítið eins og gróðurhús. Þetta hefur ekkert með gróðurhús að gera öðru leyti. Þetta er bara svipuð virkni og í gróðurhúsi. Það sem veldur þessu er aðalega koltvísýringur eða koltvíoxíð, af því að það hefur aukist svo mikið. Við sjáum mikla breytingu á magni koltvíoxíðs á síðustu 200 til 300 árum. Eftir við fórum að brenna sérstaklega kolum, olíu og gasi. Því að það myndast við allan bruna. Metan er önnur lofttegund sem veldur gróðurhúsaáhrifum. Þessar lofttegundir allar, þær verða þess valdandi að lofthjúpurinn verður þykkari. Metan kemur þegar ruslahaugar rotna eða þegar við prumpum. Jórturdýld eins og beljur prumpa töluvert miklu metani. Glaðloft verður til í alls konar iðnaði og svo vatnsgufa. Og þetta er ekki einu gróðurhúsalofttegundirnar, þetta eru þær sem að skipta mestu máli. Og við þurfum að reyna að vinna í því að minnka allar þessar gróðurhúsalofttegundir til þess að minnka þessi áhrif. En eru gróðurhúsaáhrifin sjálf aðal vandamálið? Er það vandamál að það sé að verða heitara hjá okkur? Já, pínu, en hitastigið og gróðurhúsaáhrifin sjálf er ekki stærsta vandamálið. Það var til dæmis einu sinni hlýrra á Íslandi heldur en núna. Án gróðurhúsalofttegundir, við tækjum þau alveg í burtu, þá yrði ólíft á jörðinni, þá yrði meðalhiti einhverjum 35 gráðum lægri en er í dag. Vandamálið er hversu hratt þetta er að breytast. Við höfum aldrei séð svona miklar breytingar nema geta þá skrifað það á einhverja náttúruhamfarir. Núna er engar náttúruhamfarir, þetta eru áhrif mannsins að mestu leyti. Getum aldrei útilokað einhverja smá náttúrulega sveiflu líka. Það eru við sem erum að auka magn koltvíoxíðs, metans, glaðlofts og kannski ekki beint vatnsgufu, en þessar að þriggja í lofthjúpnum og þá aðalega koltvíoxíðs. Það er svo lofttegund sem hefur breyst og aukist mest. Þetta koltvíoxíð kemur frá bruna jarðefnaeldsneytis þegar við erum að brenna kolum, olíu og gasi. Þetta kemur frá alls konar framleiðslu frá verksmiðjum sem að framleiða alls konar vörur. Þetta kemur frá umferð,
frá bílum sem að brenna jarðefnaeldsneyti, skip og flugvélar brenna mestu ennþá jarðefnaeldsneyti. Við erum búin að skipta út töluvert af bílum sem brenna jarðefnaeldsneyti. Þetta kemur frá matvælaframleiðslu, landbúnaði og þetta kemur frá rusli sem að rotnar. Og þetta allt eitthvað sem við erum að gera og gera meira og meira af með hverju árinu sem líður.